Þann 12. nóvember 2019 var skrifað undir nýja sóknaráætlunarsamninga sem gilda eiga frá árinu 2020 til 2024. Sá samningur sem í gildi er þegar þetta er talað rennur út í lok árs 2019. Það hefur mikið verið talað um sóknaráætlunarsamninga undanfarnar vikur en fjölmargir sem að vita í raun ekki hvað felst í þessum samningum og hvaða þýðingu þeir hafa fyrir landshlutana. Þess vegna fannst okkur hjá SSNVAF tilefni til að útbúa stutt myndband með helstu upplýsingum þessa títt ræddu áætlun og fjalla einnig nýsamþykkta sóknaráætlun Norðurlands vestra og helstu verkefni sem að henni tengjast. Samkvæmt samningum sóknaráætlanir ber landshlutum að vinna áætlun sem að tekur til starfssvæða landshlutasamtaka sveitarfélaga. Í þessum áætlunum, sem kallaðar eru sóknaráætlanir, kemur fram stöðumat viðkomandi landshluta, framtíðarsýn hans, markmið og aðgerðir til að ná þeim markmiðum. Þar er einnig mælt fyrir svæðisbundnar áherslur sem að taka mið af meginmarkmiðum byggðaáætlunar og eða annarri opinberri stefnumótun. Í þessum samningi sem að nýverið var undirritaður er jafnframt kveðið á að tenging skuli vera milli sóknaráætlana og heimsmarkmiða Sameinuðu þjóðanna sjálfbæra þróun. Í samningi sóknaráætlanir er kveðið á framlag ríkisins til verkefna sem að tengjast henni. En samningurinn er gerður milli landshlutasamtaka fyrir hönd sveitarfélaganna, samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytis og svo mennta- og menningarmálaráðuneytis. Að síðustu er samningurinn svo staðfestur af fjármálaráðuneyti. Í þessum nýja samningi er kveðið á að framlag ríkisins til verkefna á Norðurlandi vestra á árinu 2020 verði ríflega 95 milljónir og til viðbótar skuldbinda sveitarfélögin sín til að leggja tæplega 7,5 milljón til verkefnisins á ári. Það er hins vegar gleðilegt að haustþing SSNVAF sem haldið var í október 2019 samþykkti að framlag sveitarfélaganna til samningsins á árinu 2020 yrði tvöfalt hærra en samningurinn kveður á eða 15 milljónir. Nú þessum fjármunum er varið með tvennum hætti, annars vegar til uppbyggingarsjóðs Norðurlands vestra og hins vegar í svokölluð áhersluverkefni. Ef við skoðum fyrst uppbyggingarsjóð þá er hann samkeppnissjóður sem að alla jafna er úthlutað úr einu sinni á ári. Skiptist hann annars vegar í verkefni tengd atvinnu og nýsköpun og hins vegar í verkefni tengd menningarmálum. Vanalega hefur verið auglýst eftir umsóknum í sjóðinn að hausti og úthlutað í byrjun árs. Á árinu 2019 var til dæmis auglýstur umsóknarfrestur til 20. nóvember og gert ráð fyrir úthlutun miðjan janúar 2020. Umsóknir sem berast í sjóðinn eru metnar annars vegar af fagráði menningar og hins vegar af fagráði atvinnu og nýsköpunar og svo er það úthlutunarnefnd sem að tekur endanlega ákvörðun úthlutun. Upplýsingar uppbyggingarsjóðinn má finna á heimasíðu SSNVAF undir uppbyggingarsjóður. Ef við skoðum áhersluverkefnin hins vegar þá eru þau, eins og segir í samningi sóknaráætlanir, verkefni sem að hafa beina skírskotun til sóknaráætlunar landshlutans og styðja við heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna. Verkefnin skulu hafa skýr markmið og árangursmælikvarða. Áhersluverkefni skulu samþykkta stjórn landslutasamtakanna. Árið 2018 voru skilgreind verkefni til áranna 2018 og 2019 og það má reikna með því að skilgreind verði verkefni til 2 ára, það er að segja 2020 og 2021 í byrjun árs 2020. Áhersluverkefnin eru skýrt skilgreind verkefni sem miða að því að ná fram markmiðum sóknaráætlunar. Þau eru alla jafna framkvæmd af starfsmönnum SSNVAF eða öðrum aðilum sem SSNVAF fær til verksins. Ef við tökum dæmi áhersluverkefna liðinna ára þá má nefna greiningu á kolefnisspori Norðurlands vestra sem var unnið í samvinnu við Environize, smávirkjaverkefni sem var unnið í samvinnu við Mannvit, stuðningur við Norðurstrandarleið eða Arctic Coastway í samvinnu við Markaðsstofu Norðurlands, stuðningur við uppbyggingu matvælabrautar Fjölbrautaskóla Norðurlands vestra í samvinnu við skólann, framkvæmd íbúakönnunar sem að unnin var í samvinnu við samtök sveitarfélaga á Vesturlandi, samgönguáætlun Norðurlands vestra sem unnin var af starfshópi sem þing SSNVAF skipaði,
Heildstæð samantekt á heilbrigðismálum í landshlutanum og samanburður við sambærilega landshluta, greining sem var unnin af Rannsóknarstofnun Háskólans á Akureyri, stuðningur við beint frá bíli í samvinnu við Farskólann og sömuleiðis í samvinnu við Farskólann svæðisleiðsögn á Norðurlandi vestra þar sem útskrifuðust nokkrir svæðisleiðsögumenn. Nú á síðustu má nefna kortlagningu skapandi greina og svo framvegis. Nánari upplýsingar fyrri áhersluverkefni og framkvæmd þeirra er að finna á heimasíðu SSNVAF undir sóknaráætlun og áhersluverkefni. En við skulum þá snúa okkur að yfirferð yfir nýja sóknaráætlun landshlutans sem er opin hérna á skjánum. Áætlunina er að finna á heimasíðunni undir sóknaráætlun og við hvetjum íbúa til að kynna sér hana. Hún er sett upp með skýrum hætti og í henni eru tekin dæmi aðgerðir sem að íbúar telja að muni ná fram því markmiði að efla landshlutann. Við munum rúlla hérna í þessu myndbandi yfir áætlunina á skjánum og staldra mislengi við hverja síðu fyrir sig. Það er vert að benda á að efnisyfirlitið er sett upp svo auðvelt er að stökkva á milli kafla í áætluninni. Þá er einfaldlega smellt á blaðsíðutalið og þá hoppum við yfir á viðkomandi síðu. Alltaf má svo fara tilbaka með því að smella á Íslandskortið hér efst í hægra horninu og þá erum við komin aftur á forsíðuna. Eða efnisyfirlitið réttara sagt. Þetta er gert til þess að auðvelt sé að fara í skjalinu á milli kafla og það er líka vert að taka fram að í þetta skipti er áætlunin eingöngu á rafrænu formi, ekki gefin út á pappír. Nú viljum líka benda á að áætlunin er skreytt með ansi skemmtilegum teikningum sem eru unnar af Rán Fliering og Elínu Elísabetu Einarsdóttur, teiknurum, sem teiknuðu eða færðu í myndlýsingu stórfund sem var haldinn í Miðgarði í september 2019 í tengslum við þessa vinnu. Nú ef við förum yfir í inngang áætlunarinnar þá er lauslega hér farið yfir ferli þessara vinnu. En hún hófst á vordögum 2019 þegar stjórn ákvað að semja við KPMG ráðgjöf og aðstoð við vinnuna. Í henni allri var mikil áhersla lögð á samráð við íbúa og eins kemur fram í inngangi að þá má segja þegar allt er talið að á 500 íbúa Norðurlands vestra hafi komið að gerð áætlunarinnar með einum eða öðrum hætti. Nú, skýringarmynd af þessu vinnuferli má finna hér á þessari blaðsíðu og við viljum vekja hér sérstaka athygli á þessum rafræna samráðsvettvangi sem auðkenndur er hér og er útskýrður hér. En á hann geta allir íbúar sem það vilja skráð sig og fengið þannig fréttir af vinnu við sóknaráætlunina og hvernig henni framvindur. Beiðnir til dæmis hugmyndir að áhersluverkefnum og fleira sem áætluninni tengist. Það er hægt að skrá sig á samráðsvettvanginn inn á heimasíðu samtakanna undir sóknaráætlun og sóknaráætlun 2020-2024 og við hvetjum fólk endilega til að skrá sig og hafa þannig áhrif á framgang áætlunarinnar. Nú eins og sjá má hérna að þá voru haldnir fjölmargir fundir og framkvæmd netkönnun, það voru tekin einstaklingsviðtöl, könnunin var framkvæmd hér í maí-júní, það var skipuð framkvæmda verkefnisstjórn segi ég og í henni sátu stjórn SSNVAF, fulltrúar þeirra sveitarfélaga sem ekki eiga fulltrúa í stjórn og starfsmenn SSNVAF og þessi hópur var ráðgefandi allt ferlið. Það voru haldnir 3 opnir svæðisíbúafundir, einn í Vestur-Húnavatnssýslu, einn í Austur-Húnavatnssýslu og svo sá 3. í Skagafirði og svo var haldinn stórfundur sameiginlega fyrir allt svæðið sem haldinn var í Miðgarði í byrjun september. Að þessu loknu öllu saman þá drógu ráðgjafar KPMG vinnuna saman og settu niður þær hugmyndir sem komu fram á þessum fundum og mótuðu áætlunina sem slíka og hún fór svo í umsagnarferli á samráðsgátt stjórnvalda þar sem öllum gafst kostur á að veita hana umsögn. Síðan var unnið úr þeim umsögnum og hún hlaut loks staðfestingu haustþings SSNVAF í október og var þar með fyrsta nýja sóknaráætlun sem hlaut samþykki hjá landshlutasamtökunum sem var mjög ánægjulegt. Nú, hér næst eru sett fram leiðarljós og framtíðarsýn landshlutans sem eiga, eins og þarna kemur fram, að lýsa þeirri stöðu
árið 2024 sem að sóknaráætluninni ætlað að stuðla að. Og þarna erum við í rauninni að setja okkur í þau spor að við erum komin til ársins 2024 og þetta sá árangur sem við erum búin að ná með þeim verkefnum sem að við mótum í sóknaráætluninni og í vinnunni við hana. Ef við skoðum leiðarljósin að þá eru þau atriði sem að ítrekað komu fram á þeim fundum sem að voru haldnir í tengslum við þessa vinnu og eru, svona má segja að þau séu rauði þráðurinn í gegnum þá vinnu. Nú þarna kemur fram að árið 2024 viljum við íbúar á Norðurlandi vestra vilja að atvinnulíf svæðisins sé framsækið með sterkar grunnstoðir sem að byggja á náttúruauðlindum. Við viljum að hér sé fjölskylduvænt samfélag sem að hlúir að fólki á öllum æviskeiðum og við viljum að hér sé samfélag sömuleiðis sem að leggur áherslu á umhverfismál. Og við leggjum líka áherslu á að menningarstarfið sé lifandi og fjölbreytt. Og að sama skapi viljum við, ef við færum okkur yfir hér í framtíðarsýnina, að árið 2024 muni Norðurland vestra hafa náð umtalsverðum árangri, meðal annars í því að nýta tækifæri fjórðu iðnbyltingarinnar, fjölga stoðum í atvinnulífi, efla menningarstarf, fjölga íbúum í landshlutanum í takt við landsmeðaltal, efla umhverfisvitund og draga úr kolefnisspori svæðisins, auka fullvinnslu afurða á héraði og hækka menntunarstig íbúa á svæðinu. Þetta eru metnaðarfull markmið sem að verður gaman og leið krefjandi að vinna að í samvinnu við íbúa og aðra hagaðila. Nú næst fjallað stuttlega stöðu landshlutans og við munum ekki dvelja neitt sérstaklega við þann kafla í þessari yfirferð en hvetjum fólk endilega til þess að kynna sér hann í samantektinni, í skýrslunni eða áætluninni sjálfri á heimasíðu SSMV. Nú þá hér stuttlega fjallað styrkleika og veikleika landshlutans sem til dæmis var spurt í rafrænni könnun sem unnin var og hefur verið nefnd áður og svo sem ekki ástæða til þess að staldra neitt sérstaklega við það hér. Nú svo hér örstutt fjallað þær sviðsmyndir atvinnulífsins sem voru unnar í tengslum við vinnu að nýrri sóknaráætlun. Sú vinna þegar þetta talað en í gangi og reiknaði með að út komi skýrsla þessar sviðsmyndir í lok árs 2019. Og þá stefnt að því að þær verði kynntar með svipuðum hætti og hér gert, þannig að sú kynning verði aðgengileg fólki þegar að því hentar en ekki á fundum á tilteknum tíma. Nú eins og þarna segir að þá eru sviðsmyndirnar tæki til að hjálpa okkur að horfa til framtíðar og glöggva okkur á því hvernig sú framtíð gæti mögulega litið út og það hafa hérna verið mótaðar 4 sviðsmyndir þegar við horfum til ársins 2040 og með því að setja þetta svona niður að þá erum við betur í stakk búin til þess að bregðast við þegar við sjáum að við erum mögulega að fara út af kúrsinum og beinunum þá í þá átt sem við viljum að hann verði. Nú, þá erum við hér komin að þeim 4 lykilmálaflokkum sem eru skilgreindir hér í þessari áætlun. Þeir eru atvinnuþróun og nýsköpun, menningamál, umhverfismál og menntamál og lýðfræðileg þróun. Ef við horfum til síðustu sóknaráætlunar sem að gilti frá árunum 2015 til 2019 að þá að fjalla þar 3 þessara flokka, atvinnuþróun og nýsköpun, menningamál og menntamál og lýðfræðilega þróun. Það sem að bætist við núna í þessari nýju áætlun eru umhverfismálin. Og það var mjög athyglisvert í þessari vinnu allri að sjá hversu mikið vægi umhverfismálin fá núna og hversu mikið vægið hefur aukist í hugum íbúa Norðurlands vestra frá því að síðasta áætlun var unnin, enda það í takt við aukna áherslu á þessi mál í heiminum almennt. Nú eins og þarna kemur fram að þá var horft til heimsmarkmiða Sameinuðu þjóðanna sjálfbæra þróun við þessa vinnu og við hverja þá aðgerð sem að tekin eru dæmi hér á eftir sem við eigum eftir að skoða, að þá dregið fram hvaða heimsmarkmiðum hún tengist. Nú ef við höldum áfram og færum okkur þá yfir í þennan fyrsta málaflokk, atvinnuþróun og nýsköpun, að þá fyrst í öllum köflunum stuttur inngangur þar sem að framkoma megin áherslur og ef við horfum hérna á atvinnuþróunin og nýsköpun þá það að auka fullvinnslu afurða,
að fjölga vaxtarbroddum og styrkja grunnstoðir atvinnulífsins svo sem ferðaþjónustu, nýsköpun, vöruþróun, landbúnað og sjávarútveg og draga úr neikvæðum umhverfisáhrifum atvinnustarfsemi á svæðinu. Það var mjög áberandi í allri umræðu á öllum fundum sem að fram fóru þessi áhersla á aukna fullvinnslu afurða og heilt yfir má segja að það hafi verið svona einn sterkasti rauði þráðurinn í þessari vinnu og nefnt sem sú leið sem að auðveldast væri fyrir svæðið að fara til þess að auka hér árangur og það á eftir að koma fram í þeim aðgerðum sem við skoðum hérna lauslega á eftir. Nú svo fylgja hér í þessum flokki flokkumarkmið og dæmi aðgerðir og hér þá fyrst ferðaþjónustan tekin sérstaklega og ef við skoðum bara hérna handahófskennt markmið þá hér markmið að fjölga gistinóttum 20% fyrir árið 2025 og það til dæmis gert með því að fjölga viðburðum, fjölga afþreyingarmöguleikum, efla og markaðssetja betur Norðurstrandarleið og fjölga gistimöguleikum fyrir stærri hópa ferðamanna. Og þannig eru svo þessi markmið tekin og sett fram dæmi aðgerðir. Það vert að vekja athygli á því að þær aðgerðir sem þarna eru settar fram eru eingöngu dæmi aðgerðir. Það ekkert sem segir að við verðum að gera bara þetta, það sé ekki eitthvað annað sem við getum gert, og ekkert sem segir að við verðum að gera allt það sem að þarna stendur, heldur mögulega að koma á leiðinni fram einhverjar aðgerðir sem að við metum á þeim tíma eru betur til þess fallnar til þess að ná þessu markmiðum. Nú eins og sjá má hér svo hægra megin á skjánum að þá tenging hér við heimsmarkmiðin þar sem að þessi markmið sem að við fórum yfir tengjast sérstaklega góðri atvinnu og hagvexti og nýsköpun og uppbyggingu. Þannig að svo má halda áfram með þessi markmið. Nú næsti flokkur hér undir atvinnuþróun og nýsköpun frumkvöðlastarf og þar áhersla á að fjölga sprotafyrirtækjum og efla þau sem fyrir eru, efla fræðslu til frumkvöðla og aftur kemur þarna fram áherslan á fullvinnslu afurða og með því að styðja við hana og þarna ef við tökum einhver dæmi aðgerðir þá það til dæmis að fjölga skrifstofahótelum og fjarvinnurýmum í takt við áherslur í byggðaáætlunum störf án staðsetningar. Þarna talað að fara í hvatningar og fræðsluherferð á svæðinu með tilliti til fræðslu til frumkvöðla og til dæmis styðja við tilraunastarfsemi í fullvinnslu. Nú svo komin hérna landbúnaður og sjávarútvegur sérstaklega undir atvinnuþróun og nýsköpun. Þarna eru markmið til dæmis að hámarka nýtingu afurða og tengja frumframleiðendur og neytendur betur og þá var talað sérstaklega að bæta upprunamerkingar, sölu á vörum beint frá bíli eða bát og svo framvegis. Nú næsti flokkurinn hérna í atvinnuþróun og nýsköpun iðnaður og þar kemur enn og aftur fram þessi áhersla á umhverfismálin að við leitum leiða til þess að iðnaður sem hér á svæðinu eða bætist við á samningstímanum verði umhverfisvænni. Hér til dæmis talað sérstaklega að nýta vind- og glatvarma, hvetja til alþjóðlegs samstarfs í gegnum erlend styrkjaverkefni, svo dæmi séu tekin. Nú ef við horfum svo áfram á atvinnuþróun og nýsköpun þá næsti flokkur samstarf og sérstaða. Þar markmið að byggja atvinnuþróun á sérkennusvæðisins, fjölga störfum sem tengjast aukinnar menntunar og auka meðvitund atvinnulíf á svæðinu og tekin dæmi aðgerðir þarum. Og svo þetta dregið saman í mælikvarða árangurs þannig að í þessum flokki atvinnuþróun og nýsköpun getum við mælt árangur með til dæmis fjölda gistinátta, fjölda ferðamanna utan háannar, fjölda sprotafyrirtækja, fjölda atvinnutækifæra og meðallauna. Nú þá það næsti flokkur menningarmál og alveg eins og í atvinnuþróuninni og nýsköpunarflokknum þá hér stuttur inngangur þar sem eru dregnar fram megin áherslur og þarna koma fram 4 megin áherslur, til dæmis að efla viðburði og hátíðir, styrkja við matar- og menningartengda ferðaþjónustu, kynna betur menningararfsvæðisins og hvetja til aukinnar sköpunar í tónlist, sviðslistum og kvikmyndum. Svo eru hér eins og í fyrri flokki nokkrir undirflokkar, meðal annars hér menningartengd ferðaþjónusta, fjölga sameiginlegum viðburðum allt Norðurland vestra,
Stóri viðburðir, sýningar eða tónleikar frá aðilum utan svæðisins að minnsta kosti 3 á ári, auka hlutfall ferðamanna sem sækja menningartengda ferðaþjónustu, tengja íbúa og ferðamenn betur við sögu svæðisins og byggja upp matarhátíðir. Og ef við tökum dæmi hér aðgerðir, þá hér sagt að efla ferðaþjónustu utan háannar með menningarviðburðum og efla áfram Réttir Food Festival og byggja hann upp sem fasta lið í menningarlífi svæðisins svo einhver dæmi séu tekin. En ítreka það að hér að ræða dæmi aðgerðir, ekkert sem segir að við getum ekki bætt við og ekkert sem segir að við þurfum að gera allt þetta, heldur eingöngu þarna verið að taka dæmi. Nú hér svo komið í annan flokk sem tónlistarstarf, sviðslistir og kvikmyndir. Þarna sett markmiðum til dæmis að tryggja gott starfsumhverfi fyrir tónlistaskóla, nemendur og starfandi tónlistamenn, byggja upp fjölbreytt sviðslistarlíf, styðja við kennslu, aðstöðu og búnatengdum kvikmyndagerð og tekið dæmi aðgerðir til dæmis að tónlistakennarastarfi á öllu svæðinu og laða að leikhópa til sýningarhalds. Næsti flokkur undir menningarmálunum textíll og handverk. Þar sett markmiðum að verða miðstöð textílþekkingar og þróunar á Íslandi og tryggja þekkingu á handverki og dæmi aðgerðir teknar til dæmis að nýta innlenda og erlenda styrki til þróunar og rannsókna og halda á lofti gömlum handverksþáttum með námskeiðahaldi, sýningum og fleira. Nú svo hér 2 flokkar til viðbótar, söfn og menningararfur, tengja söfn og sýningar og setur við kennslu í skólum og innviðir að bæta aðstöðu fyrir menningarstarf. Og ef við horfum á mælikvarða árangurs fyrir menningarmálin þá hér verið að skoða þætti eins og fjölda gesta sem að sækja matarhátíðir, fjöldi menningar og listviðburða, fjöldi starfa í skapandi greinum sem mjög mikilvægur þáttur, hvernig við getum fjölgað starfandi listamönnum í landshlutanum og hlutfall veltu skapandi greina í landshlutanum. Nú þá erum við komin í þennan 3. flokk sem jafnframt nýr flokkur í sóknaráætluninni og það eru umhverfismálin. Hérna stuttur inngangur eins og í fyrri flokkum og þar eru lagðar fram megin áherslur eins og til dæmis draga úr kolefnisspori landshlutans, auka sjálfbærni og nýtingu, bæta endurvinnslu og sorphirðu og eða flokkun. Og þarna þá fyrst fjallað loftslagsmál og hér talað að minnka kolefnisspor Norðurlands vestra 5% og dæmi aðgerðir að reikna kolefnissporið á 4 til 5 ára fresti, draga á landeyðingu, styðja við endurheimt votlendis, styðja við aukna skógrækt, efla almenningssamgöngur og svo framvegis. Það vert að nefna í þessu samhengi að mörgum kann að finnast markmiðum að minnka kolefnissporið 5% næsta lítið. En vert að taka fram að í þessum landshluta háttar þannig til að mjög stór hluti losunar kolefnis og langstærsti hlutinn frá framræstu landi og bæði það kostnaðarsamt og í mörgum tilfellum ómögulegt að breyta því þar sem að við erum eitt stærsta landbúnaði hér að landsins. Þannig að þetta markmið var sett í samráði við Stefán Gíslason hjá Environize sem hefur verið að vinna fyrir okkur greiningu á kolefnisspori landshlutans og þykir nokkuð raunhæft að hægt verða að ná þessu á samningstímanum. Að sjálfsögðu reynum við að ná meira árangri en það verður þá gleðilegur bónus ef svo má segja. Nú svo hér flokkur undir umhverfismálanum sem fékk heitið sjálfbærni og þar kemur aftur fram þessi áhersla að auka fullvinnslu. Til dæmis með því að hvetja til fullvinnslu hliðarafurða og styðja við markaðssetningu nýjunga í fullvinnslu afurða og svo annað markmið að auka sjálfbærni á öllum sviðum, meðal annars með stuðningi við smá og heimavirkjanir, minni notkun einnota umbúða, nýta affall af heitu vatni og glatvarma til ylræktar eða annars konar atvinnustarfsemi og svo framvegis. Nú 2 aðrir flokkar undir umhverfismálunum, endurvinnsla, að auka endurvinnslu og draga úr sóun og undir sorphirðunni að urðun verði í takt við opinber markmið og bæta ásýnd svæðisins. Nú mælikvarðar í flokknum umhverfismál til dæmis og hlutfall úrgangs sem urðaður, hlutfall úrgangs sem endurunnin, kolefnisfótsporið og nýskráningar grænna bifreiða.
Ef við færum okkur þá yfir í fjórða og síðasta flokkinn sem menntamál og lýðfræðileg þróun, að þá hér í inngangi talað þær megin áherslur sem að íbúar leggja, að það að efla skólaþróun og nýtingu upplýsingatækni, auka fjölbreytni í námi á öllum skólastigum, styðja við listnám og skapandi greinar á svæðinu og hvetja til frekara rannsókna og vísindastarfs. Fyrsti liðurinn undir menntamálum og lýðfræðilegri þróun kallaður stefnumótun menntamála og markmið þar til dæmis að auka fjölbreytni í námsframboði á svæðinu og hækka menntunarstig íbúa í þá átt að 70% íbúa á aldrinum 25 til 64 ára ljúki menntun umfram grunnmenntun. Þarna eru aðgerðir til dæmis að bæta aðstöðu íbúa til fjár- og dreifináms, auka tengsl háskóla og atvinnulífs, efla framhaldsfræðslu, fjölga útgönguleiðum úr framhaldsskóla og svo framvegis. Svo það lýðfræðileg þróun. Þarna markmið að brúa bili á milli kynslóða og styðja við aðlögun og auka þátttöku erlendra ríkisborgara í atvinnu- og menningarlífi svæðisins. Þarna dæmi aðgerðir til dæmis að gera öldruðum kleift að búa í heimabyggð, bjóða upp á dagvistunarúrræði fyrir aldraða á öllum heilbrigðisstofnunum, auka lýðræðislega þátttöku ungs fólks og kynna betur menningu innflytjenda á svæðinu, svo fátt eitt sé talið. Svo það hér rannsókn á vísindastarf undir menntamál og lýðfræðileg þróun, að halda áfram að styðja við rannsóknir og dæmi aðgerðir þar að finna leiðir til þess að fjölga heilsársstörfum sem tengjast rannsóknum og vísindastarfi í þeim lykilmálaflokkum sem eru í sóknaráætluninni og auka alþjóðlegt samstarf á sviði menntunar og rannsókna, meðal annars með styrkumsóknum og fleiru. Og undir þessum flokki, fjórða og síðasta flokki, menntamál og lýðfræðileg þróun, þá mælikvarðarnir heilsársstörf við rannsóknir, hlutfall íbúa með menntun umfram grunnskólapróf, alþjóðlegar styrkveitingar og samstarfsverkefni og svo síðustu fjöldi íbúa. Allt þetta svo dregið saman, allir fjórir flokkarnir, í þetta mælikvarðaskjal þar sem að settir eru fram þeir mælikvarðar sem að við miðum við og var fjallað í lok hvers flokks fyrir sig. Og svo hvert markmiðið og svo síðasti dálkurinn gögn, hvaðan við nálgumst gögn til þess að mæla í raun og veru það sem við ætlum okkur að ná fram. Og það verður ekkert farin eitt yfir alla þessa þætti hér. Ef við tökum dæmi hérna kolefnisfótsporið sem við ræddum áðan, lækkun 5%, hlutfall íbúa með menntun umfram grunnskólapróf hækki 70%, alþjóðlegar styrkveitingar og samstarfsverkefni verða að minnsta kosti 10 á tímabilinu, fjöldi gistinátta aukist ákveðna prósentu og svo framvegis. Svo hér stuttur kafli þar sem fjallað tengsl við opinberar áætlanir því að það var lögð áherslu á það í samningnum að sóknaráætlanir tengist eins og kostur öðrum opinberum áætlunum og hér vísað til dæmis í stjórnarsáttmála ríkisstjórnarinnar þar sem að fjölmargt af því sem að talið upp í sóknaráætlun Norðurlands vestra á ríka og sterka tengingu í. Hér talað byggðaáætlun og vísað í nokkra þeirra liða sem að sóknaráætlunin tengist beint og svo stuttur kafli hér aðrar áætlanir sem áætlunin tengist beint eða óbeint, svo sem fjarskiptaáætlun, samgönguáætlun, stefnu vísinda- og tækniráð, stefnu í loftslagsmálum, áfangastaðaáætlun, svo dæmi séu tekin. Þá hér lokið þessari stuttu yfirferð þessa viðamiklu áætlun sem að unnin var af íbúum á þessu ári hér á Norðurlandi vestra. Ég ætla að vekja athygli á því að hér eru slóðir inn á þær síður sem að vísað hefur verið til uppbyggingarsjóð og svo hins vegar sóknaráætlun og ef farið inn í þetta skjal á heimasíðu SSNVF þá þetta að fara beint inn í þau héðan. Það von okkar hjá SSNVF að íbúar svæðisins komi til með að taka virkan þátt í þeirri miklu vinnu sem í hönd fer í tengslum við þessa nýju og metnaðarfullu sóknaráætlunar og að hún verði okkur og landshlutanum öllum til heilla á komandi árum.